Jæja, ég ætla núna að fara í gegnum æfingadæmi, sem sagt kafla 16.8-9 og 17.1-17.3 og ég sendi ykkur blöðin með þá slóðinni á þennan fyrirlestur. En ég ætla að reikna í gegnum þetta og fyrsta dæmið er ef að það er gefin klofnunarfasti daufrar sýru og erum við með vetnisbrómsýrling, HBRO, og fyrsta spurningin er hver er sýrufastinn fyrir hann eða klofnunarfasti sýru. Og í þessu tilfelli þá farið þið alltaf í klofnunarfasta sýrutöfluna sem þið eruð með og finnið hýpobrómsýrlingur eða HBRO og þar er gefið að sýrufastinn er 2,5 sem er 10 veldur -9. Þannig að það er 2,5 sem er 10 veldur -9 og aldrei nein eining fyrir þessa jafnvægisfasta sem sýrufastinn er. Svo er spurt hver er tilsvarandi basi og þetta er bara til að æfa ykkur í þessu að ef að þið eru með sýru þá takið þið H-ið í burtu eða H+ og eftir stendur þá þetta BRO eða hýpobrómsýrlingur eða brómít sem er þessi jón. Þannig að þetta er tilsvarandi sýra, tilsvarandi basi og svo er það basafastinn sem spurt er hver hann er. Og þá erum við með þessa jöfnu að sýrufasti sinnum basafasti og þá þarf þetta að vera sýrubasapar eins og í þessu tilfelli HBr og HBrO sem eru þá sýrubasapar að það er sama sem 1,0 sem er 10 veldinu -14 sem er sama og klofnunarfasti vatns. Og þá myndum við geta fundið ef þið eru með Ka-gildið héðan og eru með samanlögð þessi gildi að þá væri basafastir sama sem 1,0 sem er 10 veldinu -14 færi Ka undir jafnaðarmerkið sem var 2,5 sem er 10 veldinu -9 og væri það deilt með 2,5 -9 og þetta myndi vera 4,0 sem er 10 veldinu -9 væri þá basafastinn. Svo er beðið að sýna hvert er jafnvægi basans við vatn. Og eru þið þá að byrja með basa. Mjög oft er basinn gefinn sem natríum eða kalíumsalt. Þannig það verður mjög eðlilegt að byrja dæmið þannig að ykkur verði gefið saltið NaBrO eða KBrO. En þá er það þessi hluti saltsins sem að hvarfast við vatn. Það þarf alltaf að sýna vatn þegar maður gerir jafnvægishvarf fyrir basa, daufan basa og síðan kemur jafnvægi og þá er þið komið með daufu sýruna HBrO plus OH- sem að þarf alltaf að myndast til þess að það sé hægt að tala að við séum með basíska lausn. Þannig að þetta er þá fyrsta skrefið og síðan kemur dæmi úr þessu þar sem að núna kemur einmitt salt, þar sem við skulum ekki láta okkur bregða, það komi kalíumjón og kalíum og natríum er ekkert annað heldur en svona, hvað segir maður, meðjónir sem að hafa engin áhrif, þannig að það er bara óvirkar meðjónir. Þannig að er ykkur gefið 15 grömm, leyst í ykkur ákveðnu rúmmáli og þeir að finna hver mólstyrkurinn. Þannig að verður annars er það jafnan að mól er sama sem massi deilt með mólmassi og þá þarf að vera mólmassi þessa salts og síðan erum við að nota jöfnuna að styrkur er sama sem mól deilt með rúmmál. Og verður með 15 grömm deilt með og síðan er það þá mólmassi kalíum sem er 39,8
1,0, 39,10 pluss, og svo það bróm sem er 79,90 pluss, og svo það, þetta ekki KBRO4 heldur bara KBRO hérna, þannig að það einu sinni 16. Og þá maður komin með hversu mörg mól, 15 deilt með, og svo það svíi, 79,9 pluss 16, þetta myndi vera 0,111 mól, og styrkurinn síðan mól deilt með rúmmál, eða 0,111 deilt með, og þá passi ykkur hérna, þetta eru millilítrar, þá þarf að breyta því í lítra, eða deila með 1000. Þannig að þetta myndi vera 0,1500 lítrar. Þannig að það deilt með 0,15, og þetta 0,741. Og þetta mólar. Þetta þá styrkurinn fyrir, upphafsstyrkurinn fyrir þetta salt. Svo spurt hver þá upphafsstyrkur hverrar jónar. Og þetta myndi þá vera hérna KBRO. Þannig við að tala að við erum alltaf með 100% þegar við erum með svona salt. Þá erum við með að saltið, þegar það kemur í lausn, klofnar það 100%. Í K plus og BRO mínus, og það þá þannig að ef þið byrjið með 0,741 mólar styrk af þessu salti, þá fáið það, þetta 1/1, að þá fáið það styrkurinn af K plus sama og styrkurinn af BRO mínus sem 0,741 mólar. Það bara sama sem hérna, sama og fyrir saltið. Og þá að lokum beðið og það kannski svona aðalskrefið í þessu dæmum, að þá beðið hver þá hérna, hvert pH lausnarinnar ef að þið byrjið með svona mörg mól af þessu. Hérna þarf ég vist að þurrka út, og þá þurrka ég út hérna og skil bara eftir þennan mólstyrk hérna neðst. Bara til að hafa þá hreinu hvaða mólstyrka við að tala og það kannski ágætt svona rétt á meðan ég skrifa dæmið upp að halda líka basafastanum. Hver hann hérna, sama sem KB og allt hitt má fara. Og núna fær ég, þetta væri þá liður F, og þar þá spurt, hérna, finndu pH lausnarinnar í lið D, það þá að finna pH 0,111 mólar KBRO. Og þá myndum maður vera með, við erum búin að finna það að þetta basinn sem að hvarfast við vatn. Þannig að ég bara færa þetta hvarf upp og þá myndast hypobrófsýrlingur, tilsvarandi sýra, pluss OH mínus. Og KB sama sem 4,0 sem 10 veldur mínus 9. Nú getur tekið þetta út. Og síðan það hérna upphafsstyrkur, breyting. Já, býtum við. Var ég ekki eitthvað hérna.
var sagt 1 í veldinu mínus 14 deilt með 2,5 í veldinu mínus 9. Þetta er 4 sem 10 veldinu mínus 7. Það er best að hafa það á hreinu. KB en ekki 9. Þannig að hérna eru við þá með 0,111 mólar, engin styrkur á vatni af því að vatni hefur enga styrk og síðan erum við hérna með þá enga styrk hér í upphafi. Og má kannski nefna það að þar sem sjálfsjónun vatns er hérna í hlutlausri lausn alltaf 1 sem 10 veldinu mínus 7 mólar styrkur á OH mínus og H plus. Ef við reiknum með að styrkurinn sé svo hérna lítill miðað við hérna dæmi við tökum það ekki inn. Síðan verður þá að það eyðist eitthvað af þessu og svo er það plus x og þá erum við komið hérna með 0,111 mínus x og x. Hérna venjulega í þessu dæmi meðan mjög oft er hægt að gera þessa nálgun að segja að þetta sé nokkurn veginn sama sem 0,111. Af því að x sé svo lítið miðað við upphafsstyrkinn. Og venjulega getur maður fundið það með því að nota hérna, finna x út frá nálguninni, þar sem við erum með að KB er sama sem x í öðru deilt með 0,111, þá er ég bara búin að gera nálgunina. Og það er sama sem 4 sem 10 veldinu mínus 7. Og þar með getum við fundið, ok, x myndi þá vera, ef ég færi þetta hérna yfir jafnaðarmerkið, 4,0 sem 10 veldinu mínus 7, sinnum þessu upphafsstyrkur, og svo að þetta er annað veldi að taka kvadratrót af þessu, að fá þetta gildi sem að væri þá 4 mínus 7 sinnum. Þetta er 6,7 sinnum 10 veldinu mínus 4 mólar. Það væri þá x-ið og svo er þá spurningin, hver er þá hérna prósent skekkja í rauninni? Eða frávik. Og þá tökum við að það er x, sem sagt styrkurinn af OH mínus, deilt með upphafsstyrknum af hérna basanum. Þannig að það væri hérna styrkur af BR og mínus upphaf og x er náttúrulega jafnvægi. Þetta myndi vera 6 og þetta er sinnum 100. Eða 6,7 sinnum 10 veldinu mínus 4 deilt með 0,111 sinnum 100 sem gefur 0,6% hérna. Og þar sem að það er miklu minna heldur en 5%, sem er það sem við miðum við, hvort að megi gera nálgun eða ekki, að þá getum við sagt að það sé ok að gera þessa nálgun. Og náttúrulega leiður bara aðtugaði hver nálgunin var, þá fann maður í rauninni x-ið. Þannig að x-ið var sama sem 6,7 sinnum 10 veldinu mínus 4. Það var þá bara fundið út frá þessari hérna aðferð. Það sem ég var í rauninni að gera var það að KB er sama sem styrkurinn af myndefnum deilt með hvarfefni eða x í öðru deilt með 111 mínus x og það er sama sem 4,0 sinnum 10 veldinu mínus 7 og síðan er einangra x-ið með reyndar nálguninni og þá er ég komin með hérna hvert x-ið er. Og x er ekkert annað heldur en styrkurinn af OH mínus í jafnvægi og það er beðið það í dæminu að finna pH. Þannig að það er hægt að nota 2 aðferðir til þess að finna þetta sem væri það fyrsta lagi að hérna ef við vitum styrkinn OH mínus þá er auðvelt að finna styrkinn af H plus
að því styrkurinn á H plus sinnum styrkurinn OH mínus er sama sem 1,0 sinnum 10 veldinu mínus 14 og H plus væri þá sama sem 1,0 sinnum 10 veldinu mínus 14 deilt með styrknum af OH mínus sem var 6,7 sinnum 10 veldinu mínus 4 6,7 mínus 4 þetta 1,49 eða 1,5 sinnum 10 veldinu mínus 11 mólar, það væri þá styrkurinn af H plus og síðan getur maður þá fundið að styrkurinn eða sýrustigið er sama sem mínus logrin af H plus. Þannig að þetta er einfaldlega sett hérna inn. Er sama sem mínus logrin af 1,5 sem 10 veldinu mínus 11 og það er mínus þetta gefur 10,8 eða í rauninni 10,83 þó það sem ekki til að hafa ágjör af hérna að þá lítum við á svo að stafirnir fyrir framarkomu þeir koma frá veldinu en þetta hérna sé marktækistafur og þeir koma þá fyrir aftan. Þannig að þetta var þá dæmi 1 í þessum æfingadæmum. Síðan fer ég yfir í kafla 16.9 þar sem verið að tala þessi sölt, hvort að þau hafa áhrif á styrk eða sem sagt á sýrustig eða ekki. Þannig að það víst hægt að stroka þetta allt út núna. Dæmi 2 og hérna er bara spurt verður lausn